Eva Margrét Falsdóttir, sundkona, ok, þú ert hvað, nýkomin heim frá Andorra og hvað, þér gekk bara ansi vel eða ekki? Jú, við komum heim á sunnudaginn og það gekk alveg vel. Þetta var 4 daga mót og já, ég bætti mig í 3 greinum, svo var ég bara alveg við minn besta tíma í hinum. Og hvaða greinar eru þínar sterkustu? 2-4 er sterkasta greinin mín og ég bætti mig þar. 2-4 fyrir venjulegan leikmann sem að veit ekki? Já, 200 metra fjórsund. 200 metra fjórsund? Já, og svo er líka 400 metra fjórsund og 200 metra bringusund. Já, en þá er það þannig að eru svona 50 metrar í hverri sundgrein? Já, fjórsund er þannig að þetta er bara öll sundin. Við byrjum á flugi, svo bak, bringa og skrið. En, ég meina, hvert af bara þessum 4 ertu, þú veist, hvað ertu sterkust? Í hvaða? Ég myndi segja að ég sé sterkust í bringunni. Sterkust í bringunni? Já, ég er líka að keppa í því. Ég var í 2 bringu og var bara við minn besta tíma þar. Og já, ég hef verið alltaf að æfa bringusundi og svo kom fjórssundi líka. Ok. En bara á bara Íslandi, íslenska mælikvarða. Ertu bara best í þessu greinum? Já, allavega á Íslandsmeistaramótinu þá var ég Íslandsmeistari í 200 metra bringusundi og 200 og 400 metra fjórssundi. Já, þess vegna þannig komst ég inn á smáþjóðleikana og þá voru 2 bestu í hverjum greinum sem komist inn. Og Andorra, hvernig var að koma til Andorra? Hefurðu komið áður? Nei, ég hef aldrei komið. Við tókum rútu frá Barcelona og komum þangað og það er eitthvað aðeins herra yfir sjávarmáli, þannig að á að vera aðeins erfiðara að synda þá sérstaklega, þannig með súrefni og svona. Þannig að já, ég hef aldrei keppt þannig að komið þangað, sem var mjög skemmtilegt. Bara mjög vel. Ég meina, markmiðið var að reyna að fá margar medaljur, þannig að koma heim með... Hvað komu margar í hús? Ég var með 3 gull, 1 silfur og 2 brons. Þannig að bara að gera það og bæta mig líka, þannig að bara að gegja. Og hvað, bara í öllum bara greinum sem varst að keppa í, fyrstu medalju? Já, í öllum að 50 bak. Ég var gull í 200, brons í 100, síðan var ég líka í 4 boðsasveitum sem vann til veluna í öllu. Já, þannig að þín hvað er sterkasta grein, svona baksund á? Já, ég er bestur í 100 og 200 metra baksundi. Líka alveg í 100 skriðstundum, bara upp á boðsundi að gera. Já. Ok, og hvenær byrjar þú að æfa sund? Ég var svona rúmlega 30 ára þegar ég byrjaði fyrst að synda, sko, já. Valla að labba? Nýbyrjar að labba þegar ég hoppaði út í, sko. Og hvaðan kemur þinn áhuginn? Þínu foreldrar? Já, mamma var í sundi þegar hún var yngri. Hún var í sundi? Þannig að það var hent mér í sund og ég hef bara svo mikinn áhuga fyrir að vera eins hraður ég geti ofan í vatninu. Þannig að ég bara hætti aldrei. Og hefur alltaf verið bara efnilegur og góður sundmaður? Ég veit ekki alveg með það, sko. Ég var ekkert eitthvað sérstaklega góður þegar ég var yngri, en ég lagði bara meiri vinnu en allir hinnir til þess að koma á það sem ég er núna. Já. Og hvað, ég sé það, þú ert nú nokkuð hár. Er það ekki talið sterkt fyrir sundmanninn? Jú, það er oftast mjög gott. Já. Allavega meiðir þið ekki að vera hávaxinn. Ég byrjaði alveg ung. Ég byrjaði 4 ára, held ég. Já. Þannig að ég hef verið í þessu bara alla mína ævi eiginlega. Já. Og hvernig kom til? Áttu þá, þínir foreldrar, æfa þau sund? Eða þú veist, Nei, kom til þess að 4 ára lítil Náta vill byrja að æfa sund? Systir mín æfði sund, eða báðar systur mínar æfðu sund, þannig að ég byrjaði eiginlega bara út af því og svo var alveg reynt að setja mig í aðrar íþróttir en ég bara vildi það ekki. Ég var bara í sundinu og systir pabba æfði sund, pabbi æfði ekki, þannig að það var kannski ástæðan af hverju eldri systir mín fór að æfa en ég byrjaði að æfa bara svona út af systurum mínum. Og ertu bara ung, bara strax orðið nokkuð efnileg? Hvenær færðu svo að sjá að þú eigi möguleika á að ná, þú veist, Íslandsmeistari og allt þetta? Sko, þegar ég var orðin svona 6-7 ára þá byrjaði ég að keppa og þá var ég alveg orðin bara fín. Þú veist, ég var alveg að ná að synda hratt á mig af aldur og svona, svo byrjaði að fara á aldurslokameistaramótið, komst þar ung inn á það og já, þá byrjaði ég bara svona að æfa mikið og ég hef alltaf verið bara alltaf að æfa þegar, þú veist, frá því ég var yngri. Ég bara sleppti aldrei æfingum eða neitt. Já. Sko, eitthvað segir mér að það þarf mikinn sjálfsaga, held ég, til þess að æfa sund. Þið eruð að mæta fyrir allar aldir, er það ekki? Jú.
Og eitthvað sem segir mér að þú sért á líka bara góð í skóla. Þannig að gengur ekki, mér finnst alltaf vera saman sem merki vill þess að vera að æfa sund, að þá einhvern eins og gangi betur í skóla. Hvað skýrir það heldur? Jú, sko, náttúrulega sundið, við erum á 9 sundæfingum og 3 styrktaræfingum í viku í minnsta lagi. Þannig að það er alveg, við þurfum alveg mikið skipulag og svona. Þannig ég held að bara farið vel með skóla og þá getum við skipulagt líka skólan og höfum bara mikið metnað út af maður þarf að hafa mikið metnað til að fara á allar þessar æfingar. Þá gerum við örugglega allt bara 100% og þá tímum við ekkert að sleppa úr skóla eða gera skólan líka bara 50%. Þannig að... Já, og svo er þetta náttúrulega í bara svona grein. Þú ert bara ein að keppa, þú ert ekki hluti af liði eins og í fótbolta eða körfu. Þú verður bara dálítið að treysta á þig sjálfa þetta ekki. Og er það ekki mjög gott bara upp á bara sjálfsaga og annað? Jú. Við erum bara að treysta okkur sjálf og ef við erum ekki að leggja inn vinnuna þá sést það mjög vel. Við getum ekkert falið það. Akkurat. En þín markmið í sundinu, er ekki Ólympíuleikar? Það er svona... Já, það er náttúrulega alveg bara efsta, sko. Já, það er ykkar svona holy grail, eins og maður segir. Já, það er 2008 og það er alveg stærsta mótið. En mig langar að komast á EM á næsta ári í desember. Og já. Eftir hvað, 1,5 ár? Eða? Nei, bara núna í desember, já. Og svo langar mér bara að komast inn á þessi mót sem eru, þú veist, EM og HM sem eru næstu ár bara. Ólympíuleikarnir næst eftir 3 ár svo sem. Já. Þannig að þú ert ekki búin að setja stefnuna það bara á þá, eða ekki? Jú, eða þú veist að mann að komast nálægt því að komast. Ég meina, en eins og EM núna, ertu komin inn, þú veist, ertu búin að ná lágmörkunum? Nei, sko, það er EM undir 23 núna í júní og ég er að fara þangað og svo getum við byrjað að ná lágmörkum fyrir Evrópumeistaramótið í desember eftir sumar. Þannig að það er síðasta lagi í nóvember sem við getum náð lágmörkum inn á það. Já. Og þín markmið, er það ekki bara eins og hjá Evu, er ekki Ólympíuleikarnir? Jú, að bara vinna þessa stóru titla, vera Evrópumeistari, heimsmeistari eða Ólympíumeistari. Já, gengur þið vel í námi? Já, mér gengur bara ágætlega, sko. Ég á hálft ár eftir, þannig að ég er bara mjög spenntur að klára og... Þannig að bara dúksinn, erum við að tala við næsta dúks? Ég veit það ekki, sko. Kannski. Mér er alveg sama hvort ég dúksa ekki. Það er bara plús, eina sem ég er að hugsa er að útskrifast. Og hvað ætlar að gera eftir útskrift úr FS? Stefna á háskólanám eða? Já, ég held ég ætla út til Danmörku, en ég er samt ekkert viss skoða alls staðar í Evrópu. Já, út í Danmörku upp á að geta æft sund þá þar, samhliða námi. Já. Ok, af hverju er betra fyrir þig að æfa sund þar? Er það kannski bara námið sem að heillar eða? Já, síðan líka bara það er erfitt að vera, það er engin skólar inni í Reykjanesbæ, háskólar. Já. Þannig að það er erfitt að keyra hingað og fara síðan alltaf í bæinn til þess að fara í skóla. Og hvaða skóli er það sem þú ert að pæla í? Ertu komið augast á skóla? Álaborg líklegast, allavega í Danmörku, en... Og er mikil sundmenning? Í Danmörku, já. Hjá Dönum? Það er mjög mikil, sko. Ég sá allavega að það er miklu meiri keppni þar en er hérna á Íslandi. Allavega fyrir mig. Já, þannig að þú værir að fara að keppa við öflugri andstæðinga sem hann alltaf bara hlýtur að bæta því þá sem sundmann. Já, allan daginn, meina, keppni er það sem heldur mann gangandi og ítir mann lengra, þannig að það er ekki að fá meiri keppni. Já, þannig að hérna á Íslandi ertu bara, þú veist, ertu orðin bara einfaldlega bestur í þínum greinum og ekkert mikil samkeppni? Já, ég meina, þú veist, í mínum greinum er mjög ólíklegt að einhver sé bara að halda við mig, en jú, ég meina, 100 skrið er alltaf gaman. Allir geta alveg synda og er margir mjög góðir, þannig að það er svona grein sem ég fer í til þess að finna fyrir keppni. Ég er 20 ára. 20 ára? Já. Ok, hvenær er sundmaðurinn að svona toppa og er kannski munur á milli kalla og kvenna í því? Sko, ég held að það sé bara mjög misjafnt, sko, en það eru margir um 25 kannski sem eru mjög góðir og það eru líka sumir 17 sem eru mjög góðir. Þetta er bara mjög víður aldur, sko. Og ert þú ekki ennþá, menna þú ert ung, þannig ertu ekki ennþá að bæta þig og... Jú, ég er alveg ennþá að bæta mig og maður getur alveg bætt sig, þú veist, lengi og maður... Já, eitthvað segir mér að það er lengi hægt að bæta sig í sundi, en hvað er það sem að þú þyrftir helst að bæta? Þú veist, hvað þarftu að styrkja eða þú veist? Sko, ég er í fjóssundi, þannig að það er alveg hægt að bæta mikið. Það er náttúrulega öll sundin. Þannig að, þú veist,
ég get alltaf bætt einhver sund sem eru bara kannski ekki góð og já, ég get alveg bætt til dæmis bara kannski fráspyrnur, stungu, það er alveg margt hægt að telja upp sem er hægt að bæta, sko. Og svo er náttúrulega endalaust hægt að bæta úthaldið, er það Já, ekki? jú. Þannig að ef þetta er svona, þú getur ekki verið á útofnu gruna mig allan tíman, en þetta er Nei. ekki sprettsund, þannig að þú þarft að skilur við passa að fara ekki og bara gest og stað og svoleiðis eða ekki? Jú, ég náttúrulega í svona lengri greinum, ég er ekki sprettari, já, þannig að þá þarf mikið úthald í það. Þannig að ef við hugsum 3 ár fram í tíman, þá verður þú á leiðinni á Ólympíuleikana? Já, þú veist, já, ég ætla allavega að ná EM og reyna að komast á HM, já, ég ætla að byrja þar. En hvernig er þá þitt sumar, hvað ertu að fara að keppa? Já, ég meina, núna í lok júní er ég að fara að keppa á Evrópumeistaramóti undir 23 sem er gott undirbúningsmót fyrir HM sem er í júlí. Og er það HM yngri líka? Nei, það er bara almennt HM. Og ert þú komin inn á bæði þessi móti eða? Já, eina móti sem ég eftir að komast inn á er eiginlega bara Ólympíuleikarnir og þeir eru náttúrulega bara eftir 3 ár. Já, þannig að þú hefur nægan tíma til undirbúnings fyrir það. En væntanlega gott að vera með svona markmið fram í tíman eða ekki, að hafa einhverju að stóra gulrót til þess að eldast, sko. Já. Hjartanlega til hamingju með frábæran árangur út í Andorra. Takk fyrir.